kvöldið og velkomin á leiðsögn listamanns listamann. Hérna í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Ég heiti Ingunn Fjóla og er verkefnastjóri miðlunar í safninu, en með mér í kvöld er myndlistarmaðurinn Ragnar Kjartansson, sem hefur verið fenginn hingað til þess að tala sýningu Gilbert og George, The Great Exhibition. Ragnar ætlar að segja okkur frá völdum verkum og sýningunni út frá sínu sjónarhorni. Ég vil bjóða áhorfendur velkomna, bæði ykkur hérna í salnum og ykkur sem eru heima, fylgjast með í gegnum Facebook. Áður en ég hleypi Ragnari að, langar mig að kynna örstutt sýninguna og listamennina sjálfa stuttlega, eða réttar sagt listamanninn. Til Gilbert og George, þó þau séu tveir einstaklingar, þá líta þær á sig sem einn listamann. Það er einstaklega ánægilegt að hafa þessa sýningu hér í safninu, þessa heimslistamenn, akkurat á tímum þegar ferðalög eru erfið og við eigum erfitt með að ferðast, þá fáum við heimssýningu hingað til Íslands. En Gilbert og George eru sannkallaðar kanónur í listasögunni. Þeir hafa sýnt fyrir hönd Bretlands á Feneyjatvíæringnum og fengið Turner-verðlaunin og fleiri viðurkenningar. Sýningin er farandssýning sem spannar 50 ár í listsköpun þeirra með áherslu á ljósmyndaverk. Sýningarstjórar eru Hans Ulrik Obrist og Daniel Birnbaum, en það er gaman að taka fram að þó þeir séu sýningarstjórar, þá er það Gilbert og George sjálfir sem ákveða upphengi hérna, eins og þeir gera á öllum sínum sýningum. Sýningin opnaði fyrst í Luma í Frakklandi, fór svo til Moderna í Stokkhólmi og svo Astrup Fearnley í Oslo og svo hingað. En hverjir eru Gilbert og George? Þeir eru fæddir 1942 og 43. Gilbert á norður Ítalíu og George í Bretlandi. Þeir kynnast árið 1967 þegar þeir eru báðir nemendur við St. Martins skólann í London. Það sem þeir smella strax saman. Að þeirra sögn vegna þess að Gilbert var með svo sterkan hreim að George var svo eini sem skildi hann. En þeir verða þarna strax félagar og par, bæði í lífi og list. Þeir voru í skúlptúrdeild við St. Martins, þar sem þeir byrja að vinna með og teygja hugtakið skúlptúr. Þeir eru sveitastrákar, komnir að láglauna fólki og höfðu ekki úr miklu að moða, hvorki til að leigja stúdíó eða kaupa dýr efni í verk, svo þeir tóku það ráð að vinna með sjálfa sig sem miðil og gera sjálfa sig að lifandi skúlptúr. Og þeirra fyrsta verk sem skýtur upp á stjörnuhiminin er The Singing Sculpture, þar sem þeir koma fram í óaðfinnanlegum jakkafutum sem verða þeirra einkennisbúningur og dansa upp á borði og syngja með söngleikjalaginu Underneath the Arches, bronsmálaðir í framan. En upp frá þessu rennur líf þeirra á list saman í eitt samfelldan gjörning. En ég ætla ekki að hafa þennan inngang mikið lengri og leyfa Ragnari, gest okkur í kvöld, að koma af stað. En Ragnar þarf vart að kynna, einn af okkar ástsælustu myndlistamönnum, en hann og Gilbert og George eiga ýmislegt sameiginlegt. En líkt og Gilbert og George tvinnar hann saman lífi og list í sínu verkum. Að þykjast og sviðsetja eru veigamiklir þættir í verkum hans sem og að miðla tilfinningum af einlægni og ná til áhorfenda á sínu einstaka hátt. Verk hans eru full af húmor, leið og þau starta einnig á melankóli og harmi. En líkt og Gilbert og George hefur hann vakið athygli fyrir gjörninga sína og báðir hafa unnið sérstaklega með úthaldsgjörningar. Ég býð þig hjartalega velkomin. Gjörðu svo vel. Ég þakka þér fyrir, Inga. Já. Já, hér erum við. Hér erum við. Já. Og ég ætla bara að byrja á að, það sem er náttúrulega, það sem er þeir eru svo mikið statement í rauninni, í listasögunni, þeirra verk. Bara þetta er svo mikil yfirlýsing þegar þeir segja í listaskóla að þeir séu skúlptúrar. Og það er það fyrsta sem þeir gera, þannig verður listin þeirra til. Þeir segja bara í einhverjum þetta kemur allt úr einhverjum mótþróa, finnst manni. Og þeir náttúrulega bara í Swinging London, þarna 67, að þeir allir eru einmitt með sítt hár og að gera sýrumúsík, þá ákveða þessir menn að fara í klæðskera sem er jakkaföt og segjast eru skúlptúr
og segjast vera íhaldsmenn og og bara fara sko einhvern veginn að bara gera grein fyrir sér sko. Þeir byrjuðu eiginlega sko því að senda fólki úr listheiminum alls konar bréf frá sér, frá tvíeginu sko, að bara með hárlokkum eða eitthvað. Þannig að þú varst safnstjóri einhvers staðar, þá fékkst allt í einu bréf frá þessum ungu mönnum sem bara sögðust vera mættir og sögðust vera orðnir skúlptúr. Og þetta var svo mikið sko, og þú veist, ég held þetta er náttúrulega mjög mikið þannig í tíðarandanum að nota líkamann sem bara form af listaverki, kemur rosa mikið, og listamaður sjálfur ákveða líkaminn sinn sé listaverkið, og ég held þetta komið frá femínísku listamannum eins og Caroline Schneemann fyrst sko. Og síðan eru þessi greið þarna í skúlptúrdeildinni sem einhvern veginn bara finna hvort annan og verða ástfangnir, eitt frá sárri fátækt í Dólómitíafjöllunum og hinn úr ég held bara Portsmouth eða einhverju svona algjöru krummaskauði. Þetta er svona Plymouth, já. Ég upplifði hann bara að fara sko sem svona fara á tónleikaferðalag svona sem alltaf kallað breski closet-túrinn. Fara til allra svona skítapleisa í Bretlandi, og þetta er svo mikil skítapleis. Það er svo mindblowing. Og þú veist, og þaðan kemur allt þetta góða stöf. Þaðan koma allar geggjuðu bresku hljómsveitirnar og listamennirnir, og þetta er merkilegt. Þetta er alltaf svona lótusblóm sem sprett úr skítnum sko. Þetta er mjög áhugavert af því þetta er svona umróta tími, þannig að lok 7. áratugarins. Já. Listin er rosalega mikið að breytast og listhugtakið er að breytast. Og það er verið að teygja það og toga á ýmsan hátt, en þeir gera það á allt annan hátt en aðrir listamenn á þessum tíma. Af því að, eins og segir, þetta er hippatíminn og... Já, í rauninni sko eru þeir mjög mikið svona í sín tíma, eru í svona fluxus-feeling sko. Nema bara að þeir bara klippa sig og fara í jakkaföt sko. Og þú veist, og það verður svo mikið sko það verður svo mikið bara mikið ironist statement. Og þeir tala að þeir voru ekki að finna sig í þeim skúlptúr sem var í gangi á þessum tíma. Já. Mínimalismin er að brjótast fram og það eru svona formrætt skúlptúr, en þeir vildu meira skoða innihald og þeir voru ekki alveg að tengja við. Nei. Og þannig að þeir byrja strax, eins og segir, að setja sig svona í andstöðu við það sem að vera í gangi. Það hefur verið hinn ríkjandi gildi sem voru með svona minimalismi og hippismi, sem er geggjað, og núna er sko, minnst það svo, þá voru náttúrulega bara, ekki hinn ríkjandi gildi í listheiminum kannski, en sko, mér er svo geggjað í nútímanum, bara að þá var allt þetta 60s sko avantgarde-dót, eins og minimalismi, og að bara, þú veist að það er bara, nútíma kidsið er minimalismi. Það er svo geggjað, bara eins og ég fór í í Marfa, svo Donald Judd, það er svo komin í Apple-búðina. og svo er bara, þú veist, svo opnar maður vísi.is og það er allt bara hópkynlíf. Það er allir bara allir í minimalisma og stunda hópkynlíf, mér finnst það mjög fyndið. Það er svona 70s draumurinn er orðin mainstream. Já, svona í gríni sagt. Ekki að segja að fólk sé að stunda minimalism og hópkynlíf. En það sem við sjáum hérna eru sko, þetta eru sko svona fyrstu verkið þeirra, það sem að, og þá fara að nota miðin í ljósmyndina til þess að dókumentera að þeir séu þessi skúlptúr. Þetta er bara að vera svona miðin til þess að dókumentera það sem þeir eru að bralla. Og þú veist, ekki við unnu eitthvað með kvikmyndina, en smátt og smátt tekur ljósmyndin yfir til þess að bara skrásýta þessa gjörninga, og þú veist, þeir eru bara rosa mikið alltaf að gera verkin, þeir eru bara það sem þeir eru að sko að hugsa og bralla á hverjum tíma sko. Og við förum núna í gegnum að það er alltaf gaman að sjá það hvernig, já, bara, þú veist, núna eru þeir svona gamli kallar sem á fuss og sveigja, og hérna voru þeir, þú veist, bara einhverjir ungir listaskóla gaurar að bara drekka ógeðslega mikið. Það er bara ógeðslega mikið að verkum það að drekka. Og
og þú veist, og kvikmyndaverk þar sem að þeir eru bara alltaf að segja Gordon's makes me, já, Gordon's makes us drunk, Gordon's makes us very drunk. Svo halda þær áfram að drekka. Og þetta er alveg ógeðslega flott verk, sko. Það gerðu þau sko bara, þú veist, líkama sinn og drykju og allt saman að bara einhverju skúltúrísku dæmi. Og hérna sjáum við, þú veist, hérna eru þeir sko að svona leika sér með, þú veist, svo er þið bara svo leika sér mikið með, þú veist, svona brest, svona aristókrata rugl. En það er svo gaman að þeir eru ekki aristókratar, þeir eru, þú veist, farið í klæðskerasömu jakkaföt og eru hérna, það eru upp í sveit að dúlla sér hjá einhverjum trjám, eins og hér má sjá. Mér finnst þessi verk alveg geggjuð. Það sem þetta er svona, þetta er í mótun einhvern veginn, þessi stefna þeirra. Og bara, þú veist, maður sé bara hvað það er ógeðslega gaman. Og samt geggjuð melankóli, eins og þessar hérna drykkjumyndir eru alveg bara súper. Og þeir taka þetta allt sjálfur og framkalla sjálfur og smátt fara þeir að einhvern veginn kunna honar miðil. Þið veit bara að sjá að hérna fyrst er þetta bara mjög svona basic, þú veist, ljósmyndaræfingar ef maður er í þessum gamla ljósmyndamiðlunum sem er að taka sorgættar myndir og framkalla. Og þú veist, og að leika sér með svona framsetningu bara rosalega banalt, bara eitthvað. Við erum að gera hérna verk að drekka og þetta er í laginu svo glas. Og hér eru við og glösin. Og þú veist, af því þeir ákveða að þeir séu skúlptúr, þá fara þeir bara að skrásetja sig, bara að byrja á naflanum á sér og því sem er í kringum sig. Það sem þeir eru að gera. Og svo stækkar þetta smá, þú veist, svo stækkar þetta meðfram svona eftir sem álíður á ferillin, bara þá er þetta það sem við erum að hugsa og heimurinn í kringum okkur. Og síðan finna þeir hús í East End í London, svona gamla versmiðju sem er viktoríanskt hús og fara að gera það upp og gera það stúdíu og staðnum sem þeir búa þar enn. Og það verður dálítið svona miðstöðin, þar gera þeir verkin og svo bara sækja þeir, þú veist, módelin og mótífin bara ógeðslega mikið bara þarna í kringum, heitir þetta Spitalfields. Þannig í East End í London. Og sem er núna orðið ægilega posh hverfi, en fyrst þarna, þá var þetta rosalega rough og tough. Og já, bara eins og hérna, þú veist, þessar myndir heita bara svona, þú veist, bara Axbar. Þetta er bara eitt gott fyllir í á Axbar. Einhvers staðar. Mjög, bara, hvað segirðu? Já, það var alltaf að sjá hvað á myndunum, sko. Sem segir eitthvað stemningunum. Já, og ég grunar að þetta sé tekið með svona, ég veit ekki, hvað heitir aftur svona, svona sem maður gerir í myndlistaskólanum. Svona býr til kameru. Kameraútskóla. Já, sé bara kjurr, eða þú veist, ég veit það ekki, þetta er allavega, nei, örugglega getur bara hvernig þetta er framkallað, þetta er eitthvað svona, þannig að leika sem með miðlinn og smátt, bara þeir eru alltaf að bralla með þessar ljósmyndir, það fara að vera ógeðslega góður í því, sko. Og það er sko nótabenni öll þessi eldri verk eru bara, og þetta eru ljósmyndaverk, þetta er ekki í margriti. Bara gera eitt af hverju. Og í rauninni öll verkinu eru þannig? Já, í rauninni öll, já. Eitt af hverju? Já. Þannig að þau eru alltaf bara, svo þetta eru bara frumverk. Já. Þetta eru bara verkin sjálf. Svo farið það að vinna í tölvu og þá væri faktisk hægt að prenta það aftur, en þau eru eitt verk. Já, en mér er svo gaman sem Markus var að segja bara munurinn á að sko að tryggja þessi verk sem eru bara ljósmynd og framkvæmdu ljósmynd og og svo þetta og þetta er bara ógeðslega flóknar aðferðir við að stækka myndirnar, setja ykkur gel yfir þau, blanda lit og að þetta er bara mjög flókin tækni að þú veist að tryggingaverðið á þessum myndum er eitthvað brjála með það sem eru digital unnar og það er bara hægt að prenta þær út aftur. Það er ekki séns að gera þetta aftur. Og hérna sjáum við, þú veist, þarna er fannir að leika sér meira með ljósmyndaformið, sko. Og mér finnst þessi gömlu verk þeirra, þessi svona dandy melankólía, svo ógeðslega flott. Og það sem er náttúrulega þessi dandyismi þeirra náttúrulega bara einhver uppreisn gegn uppreisninni. Ef þú verður þreyttur á öllum well-meaning hippunum í kringu þig,
og bara greiðir hárið fyrir jakkaföt, sko. Og það sagt að, og svo bara voru þeir alltaf í partíum mikið í tónlistasinninu og svona. Og svo bara sagt að eins og að það var víst þannig að Ralf Hutter og Florian Schneider, þekktu þá, könnuðust við þá, sá eitthvað verk eftir þá og þannig fengur hugmyndina að þeir sko svo bara að hvernig hljómsveitin Kraftwerk leit síðan út og varð. Það bara, svo að við ekki sé, fyrstu myndin Kraftwerk, þá var þetta bara svona hippaband sem eru að spila á þverflötu og allir eru með sítt hár og svo bara eitthvað að fara á barinn með Gilbert og George og þá bara verður Kraftwerk til. Bara þetta, að því að þetta sé svona þessi svona mótstaða gegn tíðarandanum þá, sko. Og í rauninni einhvers konar frumpunk, sko. Mér hef alltaf Gilbert og George verið ógeðslega mikið punk. Þú veist, skilt bara eins og Iggy Pop og eitthvað svona sem kemur út úr hippismánum en í rauninni eitthvað svona andstæða gegn. Það er ekki svona flower power í þeim, sko. Þeir eru mjög myrt og melankólist allt sem ég gera. Það rosa margt sem að þýða í sameiginlegt og verkin þetta tengjast á margan hátt. Já, algjörlega. Ég meina, þú veist, ég er bara svo rosalega... Og þegar þú byrjaðir í myndlist- og handíðaskólanum, varstu meðvitaður þessa listamenn? Þekktirðu þessa? Nei, mann langaði bara, mann fannst svona, við rákust á þetta, ég og Markus sem er að vinna hérna núna, Markus Þór, og er hérna sýningarstjóri og við bara, við erum alveg ógeðslega hrifnir af þeim, við fundum einhverja vídeóspól og bókasafninu og það bara, mann langaði að vera þessi listamaður, alltaf í einhverjum fínum fötum, sífullur, ógeðslega dandi. og bara við Markus vorum alveg svona að pæli að byrja saman, sko, þetta var alveg svona þannig, sko. En mín fyrsta minning af Já. var einmitt, sko, því við vorum saman í málardeild í myndlist- og handíðaskólanum, að þá varst þú alltaf í jakkafötum. Já. Og þú varst alltaf við trönurnar í Já. jakkafötum. Já, að þeim þetta að leika það að ég væri að mála í rauninni. Já, einmitt. Af því að mér fannst þetta svo inspirerandi, sko, bæði frá Gilbert og George og líka frá, feminísku listamönnunum. Þetta að bara, þú ákveður að bara þú vera þín í heiminum, líka með þinn er listaverk einhvern veginn. Akkurat. Þannig að þessi meðvitund er bara komin hérna strax á fyrsta... Já, og bara held ég einhvern tíðarandan, þú veist. Að bara, þetta er svona, að því að allt þetta dóti komið undan manni og svo bara, svo tekur heilinn það einhvern veginn og reynir að búa til eitthvað nýtt statement. Þú veist. Þannig að ég var rosalega hrifin og ég bara sérstaklega verið einhvern veginn bara svo hrifin af þessu statement, sko, en alltaf smátt erfitt með að skilja síðan verkið þeirra, sko. Þú veist, þeir halda áfram í þetta stöf, sko. En þetta er samt eitthvað gett við þetta. Og sko sérstaklega eru sum verk hérna, þú veist, það er þessi gömlu hérna og svo er hérna frammi og kíkja aðeins fram. Og þeir notabenni, sko, er að gera þessa sýningu, þeir fengust til að gera yfirlitssýningu og en þarna Daniel Birnbaum og Hans Úli Hjóbrist voru að samfæra það mikið. Þeir eru svona miklir svona spaðar, þessi tveir. Og þeir náðu að samfæra það og unnu þessa sýningu bara alltaf í einhverjum með að borða brunch. Og þeir veist alltaf svolítið illa að gera svona sýningu í tímaröð, þannig að sýningin sem við séum að það er bara gömulverk og þetta er bara frekar flungu nýtt verk er frá 2014. Þannig að það blandast verkin blandast mjög mikið saman. Þannig að við erum ekki að fara í einhverja tímaröðina. Nei. Já, og hérna séum við verk frá 75 sem er ég bara mér finnst þetta rosalega fallegt. Þetta er hérna Dusty Corners.
Þannig voru þeir að gera upp þetta hús sitt í Spitalfields. Það hvernig kemur þessi hugmynd Dusty Corners, bara það alltaf allt einhvern veginn. Og það einhver svona, einhver rosa rómantík. Þetta rosa rómantík í þessu, sko. Fegur. Og þeir eru alltaf, rómantíkar og eru að vinna, með þessa svona pre-Rafaelda stemmingu, bresku og allt þetta dæmi. Og svo faraði ógeðslega mikið að verða betur og betur í ljósmyndatækninni og fara að vinna með lit hérna. Komin einn litur inn í þetta, allt í einu kemur rauði liturinn, fyrst þetta bara svona svarthvítt og svo kemur þessi rauði. Og þetta bara svona tækni þannig að þetta eitthvað svona, ég hef aldrei skilið þetta alveg, þetta eitthvað svona gel sem hún setur yfir, það ekki? Þetta lita í rauninni ljósmyndina sjálfa. Já. Bara eins og var gert í gamla dag. Já. Lit. Og já, þegar þeir gera hluta þá maskaðir myndina og setja litin bara hlutamyndina, en hérna þetta yfir allt. Já, þeir byrja fyrst allt svarthvítt og þeir taka allt í svarthvítt. Ég held ennþá dag í dag, það allt í svarthvítt, þannig að þeir lita alltaf eftir á. Og í byrjun gera þeir þetta svona handlita, en í dag gera þeir þetta í tölvunni, í Photoshop. En taka alltaf í svarthvítt. Og þessi finnst mér svo bara, það er svo gott, þetta er bara Red Morning Sculpture. Já. Og alltaf að minna á að þetta eru skúlptúrar. Við erum að vinna með skúlptúr og bara, og mér finnst þetta svo gaman að nota alltaf bara orðin skúlptúr og málverk. Þess að þegar ég er að gera gjörninga, þá finnst mér alltaf að vera að gera skúlptúr, vera að gera vídeóverk, þá finnst mér að gera málverk. Þetta er bara svona, og bara, mér finnst dansverk alltaf að vera ballett. Bara þessi, þegar maður finnst alltaf svo gaman að teygja bara orð sem eru til fyrir. Já, bara þau eru endalaust að teygja þau. Og svo hérna sjáum við þarna á guard plants, að þá er þessi tækni að þróast. Þeir eru komið við 1980, komið svona meira litir í þetta. En bara þau til dæla einfalt, bara gulur, blár, rauður. Og svo fyrir við hérna inn, þá hérna kemur alveg svona og hérna í Deadhead frá 1989 það sjáum við að þessi litatækni er komin svona ansi vel á veg. Það er hérna og þetta er til þess að ná þessu fram þá setja í gel yfir allt það á myndinni sem á ekki að litast og svo er rauði liturinn settur og svo gel tekið af þannig að það sem fór ekki í rauðliturinn, það heldur sínum upphaflega lit og þetta er svona ekki ólíkt bara svona litografi eða svoleiðis nema þetta er allt bara einstakt og ég mynd svona á í þessi sýningu var ég svona smá að virkilega kveikja á þessum svona 9. áratugsverkum bara að því maður har alltaf verið svo mikið í þessum 60s, 70s skúlptúr hreinu skúlptúrverkunum þannig er fannir líka að nota meiri heiminn í kringum sig. Bara það sem þeir hafa áhuga á í umhverfinu. Það er bara, sjáum hérna niður og eftir að mjög mikið, unnu bara með, bara sæta stráka í hverfinu. Og svona, bara, Þeir eru alltaf að spegla heiminn. Þeir eru alltaf að spegla það sem þeir sjá og upplifa. Já, og bara í þessum nærumhverfinu og í blöðunum og vinna með það. Já. Það er hráefnið þeirra. Já, það er algjörlega þannig. Þannig er við með, hérna er AIDS
það gerir mjög mikið að myndum í kringum sko AIDS farsóttina. Þar sem maður þurfti nú að gera eitthvað meira en að anda á hvort annað. Og þá dauðan og þú veist, líkamann og sitt kynferði og náttúrulega bara ofboðslega svona frelsandi í svona bara í samkynhneigðri list. Og bara, en hjá þeim hefur aldrei verið neitt svona issue að vera, þeir hafa ekki einu sinni, þú veist, nota orðið gay, þú veist, það er bara svona eiginlega, þú veist, þeir eru bara svona, þú veist, nota orðið queer og svona. Þú veist, enda hafa þið svo ógeðslega gaman af svona alls konar viktoríönsku dæmi. Og eins og þetta verk þetta þeir eru að nota líkamann og þeir eru líka þarna á þessum tíma, það eru þeir komnir úr jakkafutunum og það var svolítið steinhægt að fara úr jakkafutunum, en þeir eru einhvern veginn bara að segja, hér eru við og við erum svona og þetta er einhvern veginn bara deal with it, við erum mættir. Það er svo dásamlega einfalt verk, bara raskut. Bemmáls. Og þetta er náttúrulega, þetta er rosa mikið þetta er rosa mikið allt eins og Daniel Björnsson segir alltaf að öll myndlist sé brandara sem gengur á langt. Og þeir eru alveg svona mjög gott dæmi það, ef maður er allar að nýta sér, ef maður allar að rökstyðja þessa teóríu, að það er ofboðslega mikið, þetta er ofboðslega mikið sérma bara eitthvað sem þeim finnst fyndið, sem að, þú veist, sem að er í verkunum þeirra og svona og síðan svona síðan er aldrei áhugavert sko, þú veist, hvernig maður breytist og eldist og þú veist, hverfið þeirra þarna í East London, það er að breytast og þú veist, verður meira posh og svo koma svo komum mikið innflytjendum af múslimskum innflytjendum og þessi verk eru svona, þau eru bara dálítið svona problematísk sko. Þú veist, allt í einu er þetta bara, eru þeir bara svona gamlir töðandi svona út af sögukallar? Og þú veist, þetta er sko einu kvenformin sem birtast í verkunum þeirra. Það eru, þú veist, búrkuklæddar konur og svo í hverfinu þeir alltaf að finna þetta út allt. Þetta eru svona rjómasprautum, svona, þú veist, sem að, þú veist, svona gashylki sem að maður getur orðið hæ á. Krakkarnir eru mjög mikið að nota þetta þarna í Spitalfields og henda hylkjunum og þetta er brjálæðislega banvæn blanda. Já. Þetta saman, konur í búrkum og gashylki. Já, þetta er, þú veist, og þetta er bara svona, já, þetta er bara þeir lítur út þessu sprengjur og þau gert á þessum tíma og svona, og þetta er, þið veitir, maður svona, hvað er það að meina strákar? Er þetta bara eitthvað svona út á söguplakat, hérna? Múslimarnir koma og sprengja okkur, þau veitir. Og mér finnst það líka bara svo áhugavert, þú veist, einhverju sem eru geggjað kikkaðir einhvern tímann, verða síðan bara gamlir og fúlir. Ég veit, eða ekki. Ég ætlaði að fara að segja eða ekki. Af því að svo náttúrulega bara hafa þeir einhvern veginn alltaf unni með íróníuna, sko. Og þú veist, þessu bara á Thatcher tímanum, bara, þá sögðust þeir alltaf bara að elska Margaret Thatcher. Og náttúrulega getið ímyndað ykkur hvað, það er allir pirraðir yfir því. Og þú veist, og í dag, þú veist, þessi verk eru bara ógeðslega óþægilega í dag. Og og þú veist, óþægilega og bara svona, já, maður velti sér fyrir hvort þetta sé eitthvað sem er fyrir hringinn eða þetta sé bara eitthvað svona mannhattur í þessu, þið veitir. Þannig að Já, mér finnst þið vera meira bara að varpa fram einhvern veginn bara því sem að er í þeirra umhverfi. Já, en þú veist, þeir gera það, þeir varpa fram því og þeir segja það líka alltaf. Já. Við erum bara að sjá það sem við sjáum í okkur umhverfi. En þið veit, þetta segir maður alltaf. Það fylgir vald því að varpa ykkur. Já, bara það sem þú setur saman, það þýðir eitthvað. Þeir vita það manna best.
en þú veist, en þeir eru óbúslega mikið með líka hérna, þú veist, hvernig þið tala verkin bara mjög svona líkt og eins og bara, þú veist, þessi svona stemming eins og Andy Warhol talaði verkin sín og svo Jeff Koons og þú veist, þeir eru alltaf bara, öll verkin okkar eru bara, sem mjög skemmtilegt, sko, og ég fíla alltaf, þú veist, þeir eru aldrei að útskýra verkin sín. Þú veist, verkin eru bara eitthvað, öll verk okkar eru ástarbréf til áhorfenda. Við viljum aldrei stuða eða móðga, við viljum bara gera yndisleg verk fyrir okkar yndislega áhorfendur. Og þú veist, og það er eins og, mér finnst það svolítið vera eins og jakkafötin. Þetta er eitthvað svona bara, dusch. Og einstaklega í byrjun að vilja gera verk sem list fyrir fólki. Já. List sem er ekki of svona intellectual, en svo er hún alveg full af lögum, Já. full af alls konar merkingu og táknum sem að maður kannski eins og næri ekki að lesa. Já, einmitt. Að það er alls konar mótsagnir í þessu, Já. eins og þú segir. Þetta er alltaf, og þetta er svona, mér finnst það að vera svo mikið svona symbolismi. Þetta er bara svona, það tengist svo einhverjum ókalt eða kristnum symbolisma, svona eitthvað tákn. Og táknin eru alltaf fundin úr bara nærumhverfinu, úr dagblaðauglýsingum eða bara einhverjum limmiðum í símaklefum, eitthvað þess að þar. Og þessi verk hérna, þau eru svona, þetta er svona, þú veist, hérna sjá að þau eru fannir að nota, þú veist, tölvutæknin ógeðslega mikið. Hérna er alveg svona bara Photoshop. Hlutirnir fannir að glansa. Hlutirnir fannir að glansa. Og þetta var eftir, það var eftir ég gerði svona yfirlitssýningu í Tate, þá fóru að gera, voru rosalega, þú veist, svona ánægðir að loksins væri svona litið á það svona í alvörunni sem breska listamenn. Og þá fóru ég ógeðslega mikið að vinna ógeðslega mikið með fánan og leika sér af patriotisma og þú veist, og það er náttúrulega það sem að gera það áverð, þú veist, þetta er allt leikur, sko, ef það er eitthvað leikur í þessu, þetta er allt svona, þú veist, þetta er svona, já, þetta er svo djúp íróní, þeir eru bara eins og, þú veist, þeir eru svo einhverju hiphoparar sem veit ekki hvort það sé að gera íróní eða ekki. Bara, sem er svo geggjað í dag, þú veist, það er bara svo margir sem eru bara, ég bara veit það ekki. Bara, ég veit ekki hvort það lag er. Það fannst mér líka geggjað að tala um hiphop, sko. Ég fór, sko, með dóttur mína, 10 ára og vinkonu hennar, þessu sýningu. Og bara eitthvað svona, og þú veist, vinkonu hennar er ekki dóttur mín og ég bara svona, smá samviskubiti að vera sýninni, þú veist, hérna, kúkana hérna og raskvötin og svona. Og svo bara þegar við vorum að labba út í sýningunni, þá voru það bara eitthvað, it's a good thing with the wet ass pussy. It's a good thing with the wet ass. Og maður bara, já, þetta er allt í lagi. Það er ekki alveg tekið smá Gilbert og George, sko. Og sko, það sem ég langaði að segja líka, er sem mér svo geggjað í þessum myndum sem eru svona teikningar hérna, eins og þessar og þessar þarna sem eru svona í þessum 9. áratug svona Keith Haring feeling einhverjum, að þær eru sko ekki, þær eru líka unnar með nákvæmlega sömu aðferð, þetta eru unnið á ljósmyndapapír og bara, þú veist, lýst á þær og bara eitthvað sett yfir og sett í framkvæmdalina og eitthvað. Þannig að það er alveg sama materiálið í þessum teikningum og í ljósmyndunum. Það er bara, það er dálítið elegant hjá þeim. Það er svolítið áhugavert að hugsa það, þetta er allt unnið með ljósmyndunum. Já. Eins og Andy Warhol sem að nota silkiprentun eða prentmiðlinn, þetta er allt ljósmyndamiðlinn. Já. Og vist mjög áhugavert fyrir ljósmyndara og það sem er að grúska í ljósmyndatækni er þessi sýning mjög áhugavert. Já, því að þið finna svo mikið upp sína tækni með þessu grúski sínu. Og prófa sig áfram. Þessi myndi geggju hérna, Two Tongues. Hún er eitthvað svona djúp erotísk og melankólísk. Minnir einhverja djöflu. Já. En rúðuneti, það er einmitt líka svona einkennandi fyrir það. Að vera með mynd
búnar til úr svona mörgum litlum einingum. En það kemur í rauninni bara á svona praktískum ástæðum í byrjun, að þeir voru bara framkalla í eldhúsinu heima hjá sér og bara höfðu ekki meira pláss, þannig þeir byrjuðu bara þessari stærð en langaði að gera stór verk. Þannig að þetta var þeirra leið til að geta gert stór verk, að gera bara margar einingar og raða þeim svo saman. En síðan verður þetta bara signature fyrir þá og þeir halda þessu áfram þó að tæknin sé komin til þess að gera stór verk. Og þá gera þeir ennþá þetta. Já. Þetta er symbol. Og það er svona sem áhugavert í þessum digital print verkum. Það sem þetta er ekki í rauninni, það sem þú þarft þetta ekki lengur. Þetta sé samt í rauninni eins og þá verður þetta svo skraut. Mér finnst það svona smá merkilegt. Ef að kíkja í salinn niðri. Já, það gæti... Og náttúrulega meistaraverkið hérna þegar maður gengur niður ganginn. Sem finnst ógeðslega hressandi verk. Þetta er Fokkusófi. Hérna Fokkusófi. Fokkusófi. Ekki til loft, þetta er Fokkusófi. Það eru svona, já, textar sem þeir hafa safnað, eða setningar sem þeir hafa safnað, sem kemur fyrir orðið fokk. Fyrir það sem eru að fylgjast með heima, það gætu kannski orðið smá truflanir á tekni útsendingunni þegar við löpum niður, en... Við erum bara að segja fokk mjög oft. Við löpum niður. Já. Er þetta sko, og svo þetta er svona nýleg verk, það sem er mjög svona krúttlegt svona, þetta er svona gömlu kalla, þannig er þeir svona að gera grín að öllum hipsterunum með skeggin sko. Akkurat. Þetta er nýjasta serían, skeggserían eða beard-series. Já. Og þá eru þeir fjallum sko skeggið bæði sem svona skeggið í einhverju svona trúarlegum tilgangi en líka einhvern veginn bara þeir taka eftir því. Og það eru bara allt í einu allir konur með skegg. Já. Einu sinni var enginn með skegg og nú eru allir konur með skegg. Með svona Læknar, Kjartansson. Já, mamma hefur alltaf sagt mér að ég þurfa að vera með skegg. Já, ok. Nei, það er einmitt svo skeggtíska er náttúrulega eitthvað sem er svona, eins og áhugavert einmitt núna er sko, þú veist, einhverju svona seðlabankastjórar eða menn fannir að vera með svona skegg sem voru með á 19. öldinni þó þeir séu sko bankastjórar og eitthvað svona, eins og okkur 19. aldar bankastjórar. Já. Þetta séð hvenær er þetta verk? Þetta er frekar nýtt. Þetta er ógeðslega fucking gott verk. Ég held þetta að vera flutt sem gjörningur. Þeir lásu upp þessar setningar til skiptis. Svona sikkur liturinn, sikkur línunni. Maður svona heyri þá fyrir sér segja fucking drunken fucker, move over fucker, fuck nest, fuck us off, fuck month, holy day fucker, fucking in North Africa. Goodness fucking, for fuck's sake, awesome fuck. Ég ekki hægt að hætta. En þetta finnst mér alveg hefi gott verk. Sko. Mér finnst þetta bara svo geggjað að þeir eru svona konceptjál á því, sko. Þeir eru nefnilega miklu meira konceptjál. Já, þess að ég er alltaf svona, mér finnst alltaf vera þeirra þeng, sko. Erum við ekki góðan tíma? Jú, þetta mun passa akkurat. Og hérna er verk frá 77 sem heitir Queer og er bara er bara geggjað. Ógeðslega flott. Við sjáum náttúrulega að ég nota í undirskriftina sínar þessu tímbili notar alltaf skjaldarmerkið sem er alltaf bara by appointment of Her Majesty, eins og er á Gordons. Og það er George, Já. Ekki Gilbert and George. Þeir rokka aðeins með þetta í byrjun. Þeir eru svona að finna sitt identity. Og náttúrulega yfirleitt þegar við hafa notað texta, sko, þá er það ógeðslega mikið bara eitthvað, þeir eru alltaf að segja þetta, við erum ekki að segja neitt, við erum bara herramenn, við erum bara að gera það sem við sjáum í kringum okkur.
og þú veist, þið finna veggjakrót eða eitthvað sem hérna stendur police shit og queer og þessi gargandi melankóli á þessari mynd, hún geggjuð og svo náttúrulega hérna eru verk frá svo var hérna á 10. áratugnum þá fenguðu sér smásjá og var bara rosa gaman heima hjá þeim í stúdíunni voru bara alltaf að bara taka blóðsýni og runga sér á og bara voru að vinna svo mikið með bara sína vessa sem þú veist svona einmitt. Við erum á þessum tíma eftir AIDS, eftir að DNA-testin byrja og þú veist, þá fara þeir að skoða svona inn í líkamann, inn í vessana, en ennþá eru þetta þeir. Já, akkurat. Og voru með flösku af blóði sem þeir fóru til læknis og létu draga úr sér blóð, svo það þurfti ekki alltaf að vera að skera sig. En mjög klókt að þeim. En svo blönduðu þeir blóðinni saman, þannig að væri ekki hægt að rekja og greina Gilbert annars vegar eða George hins vegar, þannig að þeir blönduðu blóðinni saman. Já. Það væri ekki hægt að rannsaka þetta blóð og finna eitthvað út þá. Það er ekki, já. Sjúkdóma eða eitthvað slíkt. Þannig að alltaf meðvitaður. Alltaf meðvitaður, sko. Alltaf meðvitaður sig sem einingu, sig sem skúlptúr, sig sem bara, já. Þetta er náttúrulega fáránlega rómantískt allt saman, sko. Þegar svo náttúrulega líka kemur alltaf eitthvað svona, þú veist, kemur eitthvað svona dularfullt eins og náttúrulega bara Naked Park og þú veist, mikið af verkunum eru frá 9. áratugnum, nei 10. áratugnum, það sem eru að vinna með, maður svona hefur tilfinningu að séu, þú veist, þetta er eitthvað svona skyndikynni í garðinum og leigusveinar og svoleiðis og Akkurat, og þau standa þarna eins og svona veiðimenn yfir bráðinni, einhverjir hvítir nýlenduherrar og við vorum einmitt að tala um þetta í dag við Aldís hérna í safninu. Þetta verk frá 94, það er 26 ár síðan þetta var gert. Gætu listamenn gert svona verk í dag? Þetta svo fullt af einhverju... Ég meina það geta alveg, en það mun mér að kritisera, já. Eins og þeir setja hausana fram, þetta minnir á blackface, en á þessum tíma kannski umræðan blackface ekki komin á stað. Og þetta hefur kannski einhverja aðra merkingu þó að það séu bara 26 ár síðan, heldur en það hefur í dag. Það leikar sér með þessu minni, ógeðslega mikið. Og umræðan sem í dag bara eitthvað svona, hei, ekki leika ykkur með þessu minni. Nei, einmitt, akkurat. Bara, það er særandi og svo framvegis, já. Akkurat. Og En það er líka einhvern veginn, þú veist, þetta er 50 ára ferill og það er rosalega margt sem hefur breyst á þessu 50 árum. Þetta eru rosalegir svona turbulent times, ef maður mætti orða það þannig. Og í rauninni bara rosalega mikið sem hefur breyst sem að þeir eru líka að benda á, eða maður getur kannski rakið í gegnum verkinu þeirra. Og það er svolítið áhugavert að pæla í því að þeir hittast 1967 og 1967, það sama ár, er verið að afglæpavæða samkynhneigð karla. Það var sett lög í Bretlandi það að það sé í rauninni löglegt að 2 karlar séu samkynhneigðir, en þeir verða að stunda sína samkynhneigð í einrúmi, þeir mega ekki vera in public. Það verður að vera með samþykki beggja aðila og þeir verða að vera eldri en 21 árs. Og þetta er svo skrítið að hugsa til þess, bara mann finnst svo sjálfsagt í dag að þetta var bara, þarna er allt að breytast. Og þá sér maður, þú veist, maður horfir á verkin frá þessum tíma, þá sér maður þau kannski með þessu öðrum augum, sem maður á erfitt með að gera, sem 2020 manneskja. Já, það er sumt er bara eitthvað, sumt er frelsandi og einhvern veginn, já, vá, frábæri gaurar, og svo er annað bara, þetta er óþægilegt. Já, einmitt. Hvers kallar eru þið? Og það er bara, það að vera listamaður. En það minnir mann líka á einhvern veginn að samfélagið er alltaf að breytast. Hugmyndir er alltaf að breytast og við erum í stöðri móti. En það er eitt sem mér finnst líka pínu áhugavert, þurfum við kannski að ljúka þessu, að þeir tala í byrjun að þeir vilja ekki
vinna með form og þeir eru ekki að pæla í fegurð. En svo er þetta alveg gigantísk fögur verk Já. og þau eru rosalega formræn. Þau eru symmetrísk og þau eru speglanir og þau eru að vinna rosalega með svona sterka, einfalda. Man finnst nánast til alltaf þegar þið tala, bara, þú ert að meina hitt, er það ekki? Já. Þeir eru alltaf dálítið svoleiðis. Það er alltaf mótsagnir í þessu. Já. En ég tala mjög fjálglega um það, en, þú veist, ég er mikill aðdáandi. Já. En mér finnst mjög mikilvægt að tala fjálglega eitthvað sem maður elskar. Listamenn, sko, já. Því, það er, og það er eitthvað sem gerir það áhugaverða. Þeir eru ekki alltaf dásamlegir. Nei. Það er ekki alltaf dansa rósum. Nei, ég meina, og bara eins og, listamaður frá svipuðum tíman örlítið yngri, bara eins og Morrissey sem maður elskaði sem unglingur. Ég var alveg bara, elskaði Morrissey og Gilbert og George, bara svona breskur, svona einhver elegant dandi samkynhneigður kúltúr. Og svo núna er bara Morrissey bara, hann er í einhverju svona brútal þjóðernishreyfingu í Bretlandi, sko. Einhverju svona... Og hvað á maður að gera? Hvað á maður að gera við þetta? Nákvæmlega. Já. En er einhverja spurningar svona í umræðina? Ég er bara smá pæling og formi, ég veit ekki hvað þið eitthvað um það. Þú myndist að þess áður áðan með þetta væri bara praktist, þessi mörgir rammar. Þetta verður svona, því maður þegar ég sá það fyrst fyrir mörgum það komið með svona landúðir, ekki komið. Fyrsta sem að ég datt, fekk bara á mig var svona, steint gler. Akkúrat. Og ég fekk svona, það var svona aðeins öðru sem myndefni hér, sko. Þá var þetta bara svona religious verk, bara það fyrsta sem ég hugsaði að kom inn. En það var eitthvað tíma, það var aldrei talað um þetta, veistu það? Það hefur verið bent á þetta og en þeir hafa ekki vilja gangast við því að... Þeir eru bara eins og Ádlinn, þeir eru eins og Steingrímur Hermannsson eða eitthvað. Já. En það er mikil trúarleg tákn í verkunum þeirra. Það er líka subjektinn og hvernig gerir það oft, það er svolítið svona... Já, það er rosa mikið sem steindu gluggar sem maður hugsa um. Já, líka bara einhvern veginn, ratamóðin. Já. Akkúrat. Og þetta eru... Djöfurlegt og eitthvað svona tótt, sko. Og það eru alls konar klassískar svona pósur. Þetta er einhvern veginn vísun í listasöguna og bara mannkynssöguna. Alveg. Maður sér ekki kannski í sem eins og rægt að byrja að tala eldri svörkveitumyndum. Nei, akkúrat. Nei, já. Þetta verður svona, minnst þið verður svo mikið, þetta verður svo mikið... Það er bara að trúa að það verður allsberð. Já, akkúrat. En ég held að þeir eru alveg, þeir gefa ekkert skinin það svona, maður getur að virkilega leysa í gegn að þeim finnst kristindómurinn og algjört humbúk. Já, ég vissi það. En þeir eru, hvað heitir þetta? Þeir eru svona... En þeir eru, hvað heitir þetta aftur? Það er mjög svona einmitt svona viktorianst að vera svona... Ekki bara trúleysingir? Ekki trúleysingir heldur, bara virkilega, trúa þá að það sé ykkur heimsandi og all trúarbrögð eru manifestasjón á honum. Það er svona þess að þetta líka á að þessi tengst við kirkjuna og það eru mikla andstaða við kirkjuna. Já, því þetta er í rauninni spiritual dót, sko. Já, absolutt. Það er það. En við ættum kannski að fara að ljúka þessu og allavega kveðja gestina heima í stofu sem er að fylgjast með og bara þakka fyrir Hvað kærlega fyrir? Já, takk fyrir að koma. Og mjög gaman að spjalla um þessa miklu meistara. Já. Og bara geggjuð sýning. Takk. Til hamingju með þetta, listar að breyka ykkur. Takk.